Einu sinni var 10. þáttur. Víkingaöldin. Veldi Karla Magnúsar leið undir lok. Innrásir hófust að nýju. Fyrir sunnan lögðu Márar undir sér Krít, Sikiley, Toskaníu, Róm og Provence. Frá sléttum Asíu fóru Magíarar yfir Dónárdal til Langbaralands, Venesíu, Bæjaralands, Búrgundar, Provence og Rómar. Úr norðri komu svo víkingar, allt frá upphafi 9. aldar. Æga nú, hvert að komu sögu? Alveg rétt, sækjum nú þessa vígamenn og sækarpa heim. Þetta virðist friðsamasta fólk. Hlunkur vinur okkar þræll. Pétur bóndi, frjáls maður með lyklavöld. Hann aðstoðar ráðsmann sinn. Hvað er til ráða? Taktu þetta. Snjallræði. Hér sjáum við jarlinn eða höfðingjan. Hér kem ég. Hann í fylgd ráðsmanns síns. Hvað eru þeir að bralla? Konurnar hlæja ekki að húsbóndanum. Þetta gerir þér gott. Hvað, komdu hingað, þræll? Þetta ráðsmaðurinn minn. Petra með höfðuskil og hætti giftra kvenna. Lyklarnir og skærin eru tákn þess að hún húsfreyjan. Já. Eins og ilmur. Má maður koma inn? Gangi í bæinn. Fiskurinn minn. Klaufi. Þetta allt í lagi. Aftur. Hvað mig? Nei, heyrðu mig nú. Svona, Petra. Einhvern ekki til ennþá. Sjáðu, vertu þolinmóð. Ristuð söl. Annað á ég ekki til. Bráðum veiðum við svona stóra hvali. Eigum við að fá okkur mjöð? Gjörðu svo vel. Nei, þú ert ekki orðin 14 ára. Nú dögun. Þessi nýfæddu börn eru búin að liggja utangarðs í alla nótt. Mýþungt.
allt klárt? Anna! Bless! Bless. Jarlinn hefur skipað svo fyrir að nú skuli haldið til veiða. Konur jarlsins og börn hans kveðja húsbónda sinn. Og Petra býr til brauð úr birkiberki eins og títt er þegar þröngt er í búi. Eigum við að tína egg og dún? Til að ég. Förum þá. Bíddu. Hnupl borgar sig ekki. Bíðið aðeins, drengir. Þetta er handi ykkur. Oi! Heyrðu tröllið, hættu þessu yði! Hætt að vagga sitt á hvað annars hvolfir bátnum! Fljótir að ausa! Fljótir að ausa, við draugumst aftur úr! Komdu og taktu við stýrinu! Ég er að koma. Hvað gættu því? Hvalir! Hvað segirðu? Ég sá hvali. Fullt af hvölum. Þetta gastu sagt fyrr. Við verðum að einangra einn úr hópnum. Hvalur á stjórnborða og stefnir á okkur. Hafðu bátana, eru þeir að fá hann? Anna. Anna! Pési, hvar ertu? Hvað varð honum? Pési, svaraðu mér! Sko ég er sonur jarlsins og mér ber að fá fulla körfu dún. Fáðu mér hana. Hann rekur á fjöruna. Við höfðum betur. Hopp. Sjá hvað hann gerir, getur þú þetta? Ertu ómeiddur? Þegar skipin fara er ekkert eftir á ströndinni undan bein hvalsins. Veiðin var góð og nú skal haldið heim. Þetta skal ég launa ykkur. Bíðið þið bara. Þarna eru þeir! Þarna eru þeir að koma heim. Senn líður að sumarsólstíðaháttíð. Fróði hinn spaki setur hátíðina við altari ásanna, Þórs, Óðins og Freys. Neyðið ykkur! Æsir, við færum ykkur blóðfór til að sefa skap ykkar. Bjöður eða öl? Svo gott. Rótstört.
ekki vita á drykkjum. Næst okkur er borð karlmannanna. Yst er borð kvenna og fyrir miðju sitja börnin. Hér er sparibúinn karlpenningurinn. Nú leikur það á hann. Skálum fyrir sumarsólstöðunum og fyrir ásónum. Sem eru mér hliðhollir. Hvað var hann? Bíðið bara! Strákarnir gerðu þetta ekki ég. Jæja, strákar, komið þið hingað og talið við mig. Þið móðgið son minn og síðan mig, höfðingi ykkar. Hver er það sem ræður hérna? Komið þið nær. Bíðið við. Bíðið hægur, samkvæmt lögunum verður deilan leyst með hólmgöngu. Að fornum sið mætast andstæðingarnir við heilagt tré. Fjarlægðin á að vera 15 metrar. Hérna. Grípið. Upp. Tilbúnið þegar ég gef merki. 1. Nei, bíðið. Þið verðið að fara að setja reglum. Hættið. Nú hefst næsta þraut. Hérna, skjótu. Húrra! Þú ert næstur. Ég. Skjótu. Skjótu nú. Varlega. Hvaða hangs er þetta? Nei, nú tekur nú steinin úr. Ég sigraði. Láttu kyrrt. Höfðingi ykkar hafði lögin ekki heiðri. Sendið hann í útlegð. Sendið hann. Höfðinginn virt ekki lög okkar víkinga. Hann skal fara. Þú ert rekinn, heyrðu það. Þú ert útlægur. Komdu aldrei til þessa þorps aftur. Hurra! Gott að losna við hann. Víkingar borða fleira en hvali. Hér eru Fróði og vinir hans. Hugsið ykkur. Laxinn stekkur svo hátt. Já, uss. Jassu. Mér dettur ráð í hug. Reyni þetta. Getum við ekki leikið þetta eftir? Svona? Eða ég vil svona? Nei, auðvitað. Því ekki það. Þetta er snjallræði. Snjallræði, ég veit. Við gerum eins og laxinn og stökkum yfir hindranirnar. Við gerum eins og laxinn. Stökkum yfir. Hlustum að Fróða og reynum þetta. Stans. Hindrun framundan. Á land. Ífa. Leggjum áttin á trjábáluna og veltum þeim. Það var lagið. Já, haldið það fram, fínt. Svona já, haldið það fram, já, fínt hjá okkur. Gott, já. Hvað nú? Hvað er það að gera? Hvað er nýtt ástjóri? Hvað? Sjáðu. Hvað? Komið nú. Þetta er lygilegt. Ó. Ekki svo galið. Með léttum bátum gætum við látið greipar sópa byggðir innar í landinu.
höfðingjar réðst á þorpið okkar. Hvað segirðu? Við skulum sýna þeim hver ræður hér. Hei! 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 Við skulum hefna okkar. Þeir eru ómargir. Koma hafið nótt. Árás! Áfram! Æ, pabbi! Hjá hinum falla höfðingja eru vopnan, skildir, skart og vistir til langar ferðar. Elsti sonur hans á að tendra bálköstin. Þetta er ekki sorgarathöfn, en það tekur stríðsguðinn Óðinn vel á móti þeim sem fellur með sæmd. Leitað var henda, æ ofan í æ, og bardagar blossuðu upp allt land. Kæru vinir, hérðan í frá eru gripdeildir norrænna manna sín á meðal bannaðar. Vinnum heldur saman að gerð stórra skipa. Þá getum við siglt og sótt mat, konur, auð, þræla og lönd handa börnum okkar. Svona. Þetta er fínt. Mætti ekki bara, já, nú píkir það. Hann góði, nú er árið 792, ekki 1492. Hvernig læt ég? 16 borð sem skarast hvorum megin. Já, þannig er það. Skipin eru tilbúin. Þið þurfið að kjósa ykkur foringja. Einn þessara foringjaefna verður að stjórna leiðangrinum. Hurra! Sverjið honum hollustu eið. Lifi foringinn! Þetta sleppur. Er allt í lagi? Já, en mér vantar kýrhár. Þakkaði fyrir. Allt gengur samkvæmt áætlun. Lengd 23,33 metrar, breidd 5,25, hæð 1,95, þar af 85 cm undir vatni, 1 metri milli hlunna, stórfínt. Árar eru 4,50, skildirnir eru tryggilegir, já, gott. Nú sjósetjum við skipið og flytjum hesta borð. Bíddu nú hægur, hvað þetta blessast aldrei? Nú, hvað eigum við að gera? En þetta hérna? Nei, hesturinn fær bara svimakast. En svona, og fættulegt, já. En ef hann stekkur, hann gæti stokkið í sjóinn, já. Þarna kemur svarið! Komið með hestinn, við veltum bara skipinu og hesturinn gengur borð. Ég hef ráð undir rifi hverju. Og þá er skipið hlaðið. Húrra! Hvert skip tekur 2500 kíló af vistum, 400 kíló af vopnum og 40 manns og hver maður hefur kistu sem hann notar sem sæti.
Ekki má kveikja eld um borð. Allur matur er hrár. Já, hér er nýjasta uppfinningi mín. Þú heldur stefnunni með þessu. Ha. Nú förum við. Viltu sigla með okkur? Þú ert orðin stór. Bless, bless, bless. Uppfinning Fróða kemur að litlu gagni í svona þoku. Foringinn sleppir því hröfnunum. Komið þeir ekki aftur er skammt til lands. Land framundan. Eyjan Lindisfarni undan strönd Norðimbralands á Englandi var fyrst fyrir barðin á víkingum 793. Hey! Njóttu legstaðar þíns vel, stendur skráð á steininum. Þú yngsti sonur minn skalt freista gæfunar í öðrum löndum. Vertu sæll og farnist þér vel. Góða ferð! Góða ferð! Árið 830 sigldu víkingar til Írlands. Höfðingjanafnið Þorgils ákvað að leggja það undir sig. Árið 839 var hann gerður að konungi yfir Úlster. Árið 840 réðu víkingar yfir Norðurlöndum og Danir höfðu siglt upp Signu til Rúðuborgar. Og Jónsmessuhátíð í Nand 843. Árið 844 fóru víkingar upp Garonne-fljót til Toulouse og sigldu svo til Spánar. Árið 845 sigldu 120 langskip upp Signu til Parísar og árið 850 var siglt upp Temsa og Signu og Leiru og árið 856 og 857 logaði glatt í París. Árið 859 fóru 62 víkingaskip frá Signu umhverfis Spán og Gíbraltar og gerðu árásir á Mára í Marokkó. Þeir fóru Múrsíu, Majorku og suðaustur Frakkland. Næsti áfangi voru Pisa og Luna á Ítalíu. Við komumst aldrei inn í borgina. Ég kann ráð. Þú getur dulbúið þig og vopn þín. Hinn tign foringi okkar féll í orustu. Hinsta óskans var að hljóta kristilega grefturinn. Allar eigur hans munu renna til kirkjunnar. Ég fellst á þetta. Árás, engin grið. Og svo fekk Róm sömu útreið. Árið 862 snéru víkingarnir sigri hrósandi aftur til bækistöðva sinna í Nurmútje, þar sem ránsfengurinn var hafður til sýnis. Sama ár fóru víkingar frá Svíþjóð niður rússnesku fljótin Volkhov, Dnepr og Volgu og Rúrik stofnaði Kænugarð, fyrsta rússneska ríkið og sama leyti komu væringjar til Miklagarðs. Árið 870 lögðu Danir undir sig austur England. Árið 874 sameinaði Haraldur Hárfagri Noreg, þaðan hófst landnám Íslands. Árið 880 réðust víkingar inn í Frakkland, Belgíu og Þýskaland og skelfing greip sig á bökkum Signu, Somme, Scheldt og Rýnar. Árið 885 var umsátur París. 700 skip lágu við festar á 30 km svæði. Karl konungur digri keypti af sér innrásarliði með 7 pundum silfurs. Árið 911 lét Karl konungur heimskip göngurhólfi eftir héraði Normandí sem víkingar þekktu vel. Og Hrólfur sór konungi hollustueið. Árið 982 nam Eiríkur rauði Grænland. Aðrir landnemar héldu til Nýfundalands og meginlands Ameríku.
Árið 1028 ríkti Knútur konungur yfir Danmörku, Noregi og Englandi. Árið 1059 var Hróbjartur greif af Púgli og Kalabríu. 1061 náði hann ásamt föður sínum Sikilegum árum og nú voru það víkingar sem komu til Konstantínópels, Miklagarðs Balkanskaga. Vilhjálmur af Normandí gerði tilkall til ensku krúnunar. Haraldur konungur tók á móti honum. Þá var orustan við Hastings-háð. Vilhjálmur varð konungur Engla. Víst voru víkingar herskáir, en þeir voru einnig kaupmenn og landnemar. Þeir víkkuðu sjóndeildarhring samtíðar sinnar. Ferð þeirra spjöldsögunar ekki öll blóði drifin. Árið 1096 voru margir hinna heiðnu víkinga fremstir í flokki kristinna krossfara.